Um, Þess að fara yfir þetta val á réttu sjálfari. Sjálfari er náttúrulega það sem við köllum eiginlega bara oftast öryggi. Breaker, þetta á íslensku, útlenskunni. Og þessi mynd, þessar tvær myndir, það sýna eiginlega það sama. Það eru ekki alltaf allar nákvæmlega eins en það eru allir mjög svipaðar. Og ef við ég útskýri þetta betur á eftir en þetta er sem sagt þessar gerðir af vörum sem eru til. Svo er stóra spurningin sem allir eru að velta fyrir sér. Hvers vegna erum við að færa okkur úr B-gerð yfir í C-gerð á sjálfvörum fyrir íbúðarhúsnæði? Því verður svarað á eftir. Svarið er sem sagt að framleiðendur mæla með því vegna hærri ræsistrauma. Þess að leggljós og annar rafbúnaður er orðinn meirihluti þess búnaðar sem tengdur er við rafkerfi húsa í dag. Og vegna hærri ræsistrauma í þeim búnaði mæla framleiðendur sjálfara með því að nota frekar C-gerð en sjálfara en B-gerð. Þetta útskýrir ítarlega á eftir. Hér er bara mynd úr klippa á staðlinum. Þess að bara skilgreiningar sjálfari. Vélrænn rofi sem getur tengt bóru eða rofið straumrásar. Venjulegur rekstrarskilur einnig tengt bóru og við viljum ekki að reyna allir upp úr þessum texta. Sko fyrir að fyrsta að það er þrennt sem getur slegið út sjálfari. Stundum hefur þessi triksspurning birst á prófi og heyrist það á seinsprófi einhvern tímann. Hvaða þrennt getur slegið út sjálfari? Það var ansi margir sem fattuðu ekki að gleymdu takkanum framan á. Númer 2, tvímálsvörin. Það er sem sagt fjöður inni í varinu og tvímálsfjöður hún virkar þannig að það eru tveir málmar festir saman og í flestum tilfellum er nú bara steyptir saman, það er líka hægt að bolta það saman. En þetta er svo sem alveg þekkt fyrirbæri og ef við skoðum kannski mátti að skoða þetta eitthvað að
Hér er ágætis mynd af þessu. Það eru sem sagt 2 málmar fastir saman. Við tökum kannski þessa mynd hérna. Já. Fannst þetta. Ekki bara sjá hvað YouTube býður okkur upp á hérna. Já. Jú. To observe and explain the effect of heating on a bimetallic strip. A bimetallic strip is made up of 2 strips or bars of different metals, such as iron and brass, having same dimensions placed one over another lengthwise and riveted at their ends. Different solids expand or contract differently for the same change in temperature. At room temperature, the bimetallic strip is straight. Madam, how can we observe the effect of heating on a bimetallic strip? On heating, the bimetallic explain the effect of heating on a bimetallic strip. A bimetallic strip is made up of 2 strips or bars of different metals, such as iron and brass, having same dimensions placed one over another lengthwise and riveted at their ends. Different solids expand or contract differently for the same change in temperature. At room temperature, the bimetallic strip is straight. Madam, how can we observe the effect of heating on a bimetallic strip? On heating, the bimetallic strip bends with brass portion on the outer side. It means brass expands more than iron on heating. Let's do an experiment to observe the effect of heating on a bimetallic strip. Aim. Virkar einfaldlega þannig að þegar, eins og þið vitið að þá eru eðlisraflögmál alheimsins þannig að allt þenst út við hita og mismikið eftir í hvaða frumefni það er. En ef við festum 2 málma saman þá þenjast þeir mismikið út. Þannig ef við gerum svona einhverja lengi úr þeim þá bognar lengjan af því annar hliðin lengist meira en hinn. Og við erum að geta spólað þess áfram hérna með það. Stand from its one end, keeping the brass strip on the upper side. Heat the bimetallic strip with the help of heating arrangement, burner, and observe the bending of the strip. The free end of the bimetallic strip is bent in the form of an arc. The metal which forms the upper part has a larger coefficient Inn í örygginu að rafmagnið er látið fara í gegnum jörðina og hún alltaf bara hitnar við það og bognar og slær út örygginu.
eins og þarna á teikningunni. Já. Þessi búnaður frekar lengi að virka. Yfirleitt margar sekúndur, einhverjar mínútur, jafnvel margar mínútur. Svo það segulspólan sem að nú svona oftast það sem að virkar og þá það bara þannig að ef að straumurinn fer yfir ákveðið gildi að þá bara segulspólan orðin óöflug til að kippa í og slá örginn út. Þið sjáið hérna á myndinni að sem sagt þessi rauði hluti hérna rauði hlutin á þessu línuriti, þetta fyrir tvímálsvörina, hvernig hún virkar. Þetta hérna niðri eru sem sagt margföldunarstöðull og hérna upp tími. Fyrst í sekúndum og svo í mínútum hérna. Þetta útskýrir aðeins betur fyrir ykkur hvernig lesið úr þessu. Hlutin hérna niðri, gráu svæðið hérna, það fyrir mismunandi gerðir af sjálfvurum og segir hvenær segulspólan virkar. Og þið sjáu að það bara misjafnt hérna eftir gerðum. Það tala hérna Z, B, C og D gerð af öryggi. Og þið sjáu að segulspólan hérna í þessu döldi eftir hérna á 0 millisekúndum hérna var ekkert að gerast, það komið segulsvið þarna í 0,5 millisekúndur. Þá komin á pinninn búinn að kippast niður. Hérna, segulspólan orðin nógu sterk. Ein millisekúnda. Öryggi rífur hérna og það myndast ljósbogi og það getur verið mjög mikill ljósbogi, það getur verið mjög mikill öflugur neyslu, það getur verið, ef það skammlugt þá þessi rofi að rjúfa yfirleitt nokkur 100 ampere sko. Og hann árendar að ná að rjúfa í íbúðarhúsnæði geta rofið 6.000 ampere og iðnaðarhúsnæði 10.000 ampere. Á þess að klikka á því. 1,5 og það er svona kælubóks hérna fyrir neistan sem að hérna tekur til sín ljósboga og kælir hann niður. 2 millisekúndur hérna og neistinn er hérna farinn. 10 millisekúndur þá takkinn dottinn niður. Já. Og við eigum að geta kveikt aftur bara.
Öryggið á að ráða við það. Eins og ég sagði áðan, þá er segulspólan ekki eins í öllum gerðum með sjálfurum, en tvímálsjörðin er eiginlega eins í þeim öllum. Okay. Það viðkvæmast hérna og við förum alveg í gegnum þetta. Fyrst hérna Z-gerðin sem er í rauninni A-gerð og það hérna myndi vera eitthvað skrítið að merkja eitthvað öryggi A, myndi alltaf bara alltaf það vera ampere eða ekki. Nei, merktu það bara C, nei, sem er þetta. En það getur alveg verið eitthvað framleiðandi merkið það. Og þau eru þannig að þá kippir spólan í eftir 2 til 3-faldan málström öryggisins. Það er að segja, ef við erum með 10 ampere öryggi, þá slæðir það út einhvers staðar á bilinu 20 til 30 ampere. Og það er annað dálítið áríðandi hérna, átt að sjá líka. Það sést nú ekki alveg á þessari mynd, en sjáu þið, það er smá bil hérna á milli, sjáu þið hérna. Að hérna, línan nær aldrei hérna alveg upp að. Þannig að ef við erum með svona 11 til 12 ampere á 10 ampere öryggi, þá slæðir það aldrei út. Og það er bara alveg eðlilegt. Það slæðir ekki út á 10 ampere. Við munum bara aldrei gera það. Og spólan ekki fyrir ná. Hér. Þessi gerð er sem sagt viðkvæmust, Z-gerðin er viðkvæmust. Þú slæðir inn út innan sekúndubrots, eða mestalagri innan fórra sekúndna við 2 til 3 málström og þetta er það sem að ræsiströmmur telst vera lítill sem enginn. Það snýst á ræsiströmmin. Við 12 til 20 ampere árlag tekur 10 ampere sjálfar lengri tíman en nokkra sekúndur eða allt í nokkra klukkustundir að slá til þess að rauði parturinn, tvímálsjörðin, hún er mjög lengi, getur verið mjög lengi að virka. Og þetta er framleitt í alls konar hérna einpóla, tveggja-póla, þriggja-póla með 0 og svo framvegis. Þetta er í raun réttasta valið á til dæmis greinar með hitaelementunum, hitatúpur, rafmagnsofna og sambærilegt. En gerð B hefur bara verið mest notuð en það er svona mest fyrir almenna notkun. En það er hægt ef maður vill og er hægt að fá sem sagt næmara varheldur en B. Það er eiginlega verið að fara að sérpanta það. Ég-gerðin er alveg eins, nema hún slæðir út við 3-faldan til 5-faldan málström. Það slá náttúrulega öll út hérna sama hérna við tímansörinni. En þá myndum við þurfa 30 til 50 ampere til þess að kippa í, til að spólan kippi í. Ja. Það er ekki starf á þessu bíli. Það er ekki nákvæmlega heldur en það. Þess að ræsiströmmur getur árið alltaf 5-faldur strömmur. Og þetta er það sem ræsiströmmur teljast vera litlir.
hefur verið mest notað almenn notkun í íbúðarhúsnæði, en það að breytast. Og til dæmis lær 10 ampera segulbólan 10 ampera sjálfvirka gerpíót strax við 30 ampera. Svo bara sama. Rauða. Og svo svokallað skammlaufsstraumur raflagnar. Hann sagði þetta útskýra fyrir ykkur betur á eftir. Hann þarf að mæla sem ykkur til 5,3-faldan málstraum til sett sjá nota. Svo kemur C-gerðin og stundum sagt að hefst á deilan B og C-gerðirnar á vörunum einu sinni enn. Og þetta bara engin deila, skilju, þetta bara við höfum engar persónulega skoðanir á því hvað að nota. Upplýsingarnar koma frá framleiðendum fyrir hvaða vörun henta. Og þetta sú gerð sem að þið eigið eftir að nota mest á ykkar starfsævi sem ræfir hér. Vegna þess að allur rafeindabúnaður í dag, raforkunotkun í dag, eins og höfum talað áður, orðinn rafeindabúnaður og rafeindabúnaður með 6 til 10-faldan ræsistraum. Þannig að starta einhverju rafeindatæki sem að tekur 1 ampere í notkun, að þá það 6 til 10 ampere í ræsingu. Þannig startar 6 ampere ef þetta vandaður búnaður og 10 ef þetta eitthvað ódýrt drasl eða ódýrt kínadrasl eins og sagt er. Það alveg munur. Við sjáum það reyndar hins vegar að fyrir 6 til 10-faldan ræsistraum þá er D-gerðin í rauninni rétt val. En ekki C. Af því að þegar ég segi 6 til 10-faldan ræsistraum þá er ég bara að tala sami ræsistraum og mótor, skammlaufsmótor. En það fylgja þessu nokkur vandamáli viðbót, en framleiðendurnir, að minnsta kosti ABB og Eaton, þeir segja bara við mælum með að þessi notuð gerð C fyrir LED-ljós. Og við eigum að fara eftir því sem framleiðendur mæla með, ekki hvað okkur finnst. Og þetta allt bundið líka í reglugerðir og staðla og drasl og þetta bara það sem að eins og þetta á að vera. Það virðist vera að menn séu svolítið hræddir við að setja tregari sjálfur. Þetta var aðeins tregara heldur en B-gerðin að slá út. Slæðir þarna út við 5 til 10-faldan.
Villa þarna í textanum hjá mér segir. Og skammlausstraumur að vera miskull 10,3-faldur sko. En öll þessi vör, allur varbúnaðurinn, hann mun alltaf verja vírinn fyrir hann hitna mikið. Alveg sama hvaða, hvort þið veljið Z, B, C eða D. Og svo er önnur gerð til sem að einn framleiðandi kallar E og aðri kallar K. Og hún er hérna inn á milli. Ég man ekki hvort ég með myndaði. En D-gerðin er sem sagt fyrir mótora, sjálf rétt að valið fyrir skamlausmótora. En er þá við 10-20-faldan straum. Það skiptir máli, sem segjum aftur, að það hugtak rekstraröryggi að sjálfurinn, alveg svo bílnasensróðnir, sé ekki að slá út þegar allt er í fullkomnu lagi. Aftur, hvað gerist þegar rafmagnið fer af og kemur á aftur? Einhverjum ástæðum það tekur orkuveitan rafmagnið af, svo kveikt það aftur. Jú, við fáum náttúrulega fullan ræsistraum á allt sem er í gangi, allt sem er í sambandi. Nei, ekki neitt. Það er bara, við fáum bara 6-faldan, minnstakosti 6-faldan ræsistraum á allt í eitthvað prótusekundu og þá náttúrulega bara slægir út einhvers staðar. Það er það ekki. Það er bara það er eitthvað fyrir. Það er það. Þegar það er raunverulegt yfirálag á greininu, þá viljum við slá út. Og við tökum svona sem bara mjög skýrt dæmi. Segjum að við séum með loftpressu, það er alltaf svona þungar í gang, með loftpressu inn á okkur verkstæði og í svona annarkvært skipti sem að við setjum loftpressun í gang þá slægir hún út öryggið. En samt sjáum við að hún tekur ekki nema, hún tekur minna heldur en stendur á örygginu. Hún tekur kannski bara einhver 8 ampere þegar hún er í gangi og við vitum það alveg og hún er alltaf að slá út einhverju 13 ampere öryggi, annarkvært skipti sem fer í gang. Svo sjáum við að, já, þetta er alveg eðlilegt, þetta er B-öryggi, þetta slæðir það út. Þegar maður setjum bara D-öryggi á þetta eins og á að vera, málið dött. Svo til þessi gerð K, hún er inn á milli C og D. En hún á að vera líka til að verja mótora, 10-14 málstraum, en er með örlitla tímatöf. Smá auka tímatöf í þessu vari. Svo kemur hvernig er rétt gerð valin
og rafvirkjar hafa nú þegar lent í vandamálum með bæði bílana og rófar og sjálfur hafa slegið út án sýnilegra ástæðu. Ljósagreinar til dæmis slá út eftir að hafa verið skipt yfir í LED-lýsingu. Allur rafbúnaður er fullkomlega lagi, samt slær varbúnaðurinn út. Þetta er eðlilegt því varbúnaðurinn er að gera það sem hann á að gera. Það er rafbúnaðurinn sem er tengdur að raflínunni sem hefur breyst. LED-lýsing og annar búnaður með lekastraum þó að sé fullkomlega lagi og ræsistraum af sama búnaður eru miklu meiri, eða eins og ég segi svona sexfaldur, en þess rafbúnaður sem var áður til þess að lýsa upp heimili og fyrirtæki og knýja ýmis raftæki. Við erum búin að fara sérstaklega í bílnarrófana þannig að við þurfum ekki að tala þá meira hérna. Á venjuleg heimili í dag er öll ljós LED og eina tæki sem ekki tekur auka ræsistraum er hitaelementið í björgunarofninum. Eldavélahellan er líklega spanhelluborð eða eitthvað annað sambærilegt rafeindatæki. Hitaelementið í hitatúpu sumarbústaðar eða rafmagnsofnar geta verið áfram á B-gerð sjálfvæðis, en það þarf að skoða fullri alvöru hvort að C-gerða sjálfvæðis sé rétt að valið fyrir allar aðrar greinar. Og ræsistraumur LED-ljósa og ýmissa annarra raftækja er almennt 6-faldur gangsstraumur og sé framleiðandinn ekki metnaðarfullur þá getur ræsistraumurinn öll orðið 10-faldur. Og framleiðendur sjálfar að benda á bæði C- og D-gerðin geti átt við en mæla almennt með að nota C-gerð fyrir LED og ljóst er að K-gerðin geti einnig komið til greina af ljósagreinar og það er hlutverk fagfólks að velja að vita það sem á að vita og velja réttan búnað og bera ábyrgð á því vali. Er það þá til að menn sé þetta mismunandi gjaldskrár og Ja. Það eru alltaf margir ennþá að nota bara alltaf B af því að það er alltaf verið svoleiðis. Það bannað að selja aðrar ljósaperur en LED í Evrópu í dag. Þannig að svarið er einfalt. C-gerð er rétt að vala á ljósagreinanda. Ok, svo er hérna sjálfur ekki öll sama skammhlaups-þol. Það er sem sagt hversu mörg ampere sjálfur ræður við að rjúfa á þess að skemmast eða eyðileggjast og hægt er að kveikja það í aftur. Það eru til 2 gerðir af MCB sjálfurum. Þeir eru yfirleitt kölluð MCB óglaskunni, Miniature Circuit Breaker. 6000 ampera rafgeta er ætluð fyrir rafmagnstöflur, þar sem venjulegt fólk hefur afgang eða svona á heimilum og rafgetan er alltaf merkt framan á var sjálfarinn. Það stendur þarna 6000 inn í þessum kassa þarna. Og svo eru 10.000 ampera þar sem að rafvirkjareinar hafa aðgang. Einhver sagði orðað ágætlega, ef þú þarft svona skápalykil til að opna skápinn sem að rafvirkjareinar er bara með, þá eru 10.000 ampera í þeim skáp. Ef hver sem er getur opnað skápinn 6.000. En svo er náttúrulega reyndar hitt að ég held að allar íslenskar rafmagnsheildsölur selji bara 10.000 ampera vöru. En það er bara svo dýrt að vera með lager af hvoru tveggja. En þið verða að passa ykkur samt á þessu að setja ekki 6.000 ampera vöru þar sem á að vera 10.000. Eitt af því sem maður verður að vita. Hérna er ég nú búinn að tala þetta. Það á ekki að slá út allt í þetta fullkomna lagi og húseigandi vill ekkert vera að lenda í því að koma heim og ferðalagið er allt ónýtt í kæliskápnum og fristinum og gulluskarnir dauðir í fiskabúrinu og öryggiskerfi ekki í gangi þegar rafmagn var af vegna þess að varboran slóð út þegar rafmagn kom aftur. Ef núverandi sjálfur er að slá út án sýnilegrar ástæðu
Er full ástæða til að athuga hvort að önnur tregari gerð af sjálfværi sé heppilegra val. Það er bara einfaldlega prófa bara að setja C ef það er B. Ef þú veist að notkunin er bara eins og hún er í dag. Það er fullkomlega eðlilegt og rétt að velja tregari sjálfværi þegar á við og það mun verja raflögnin alveg nákvæmlega jafn vel. En það verður að mælast nægur skammur í lögninni til að hægt sé að setja tregari sjálfværi. Og skammurinn er mældur með sérstöku mæli og hann byggir sem sagt á því, þetta er nú hugsa maður þannig að hugsa svolítið hérna sem mér finnst þetta svolítið öfugsnúið, að við viljum að það verði sem mestur straumur í lögninni við skamm. Ja. Við viljum ekki að hann verði lítill. Ef að skammstraumurinn er of lítill, þá fyrir að fyrsta getum við lent í því að sjálfærið er mjög lengi að slá út, þess að það slæðir út á tímansvörinni, það bara getur verið mjög lengi að því. Við viljum að sjálfærið slá út á helst á einhverju brotusekúndu. En það þarf líka að vera nægur hérna nægt afl í lögninni. Þetta er eitthvað sem á eftir að fara aðeins betur í og hvernig skammur straumur er mældur og hvernig það er gert. Ég ætla ekki að reyna að útskýra það núna, en maður tekur sem sagt til þess að finna út hver lágmark skammurstraumurinn þarf að vera, þá skoðum við hvaða gerð sjálfærið er, þess að hvað það er í amperum og hérna þá er dæmið þarna, það verður 10 ampera gerð seta, efri mörk útsláttar og segulpólanna er þá 30 amper, þannig að 30 sinnum 1,3. Akkur þessi 1,3, akkur þessi 30%, akkur bætum við þessi 30% við. Og þetta eru bara hérna, þetta er svona öryggismörk sem að við setjum okkur að ef það verði einhverja breytingar á raflögninni seinna að hérna, þetta er svona kallað að hafa vaðið fyrir neðan sig bara. Það er mjög sjaldgæft að lenda í því að skammurstraumurinn sé of lágur. En maður verður að vera viss og eins og ég segir, áður en maður setur tregara var þá þarf maður að gera mælingu og sjá hvort að það sé ekki örugglega í lagi. Hérna er svona eitthvað línurit yfir hérna hve marga LED-ljósgjafa er hægt að hafa á grein. Það ræðst nú líka aðeins af hvaða ljós þetta er. Þið sjáið þarna, ef þið náið að lesa í þetta, að hvernig hérna er B-varið, hérna er C-varið og hérna er D. Og hvernig er alltaf hægt að hafa fleiri og fleiri LED-ljós á eftir sem vörum verða greiðari.
Nú, svo hægt að fá segulrófa sem að starta alltaf þegar sýnisbylgjan á núllinu. Akkurát á sekúndubroti þar sem að þegar sýnisbylgjan að fara yfir núllið, þannig að það engin spenna og þá náttúrulega minni neisti. Það minni afl sem fer. Síðan hægt að fá sjálfur með ljósbogaskynjun, svokölluð AFDD eða Arc Fault Detection Device, og þetta eru sjálfur sem að skynja þegar einhvers staðar laus tenging eða einhver neista flug í gangi eða semst einhverju bílunaraflögnin sem verið að velja. Við töluðum að bílunarstraumsrofar skynja þetta að einhverju leyti, en þetta miklu betri og nákvæmari græja. Þetta sjálfsagt val, það sem til dæmis bara í svefnherbergjum og hótelum, elliheimilum, sjúkrahúsum og heimilum án brunaafgangs og byggingum þar sem mikil eldsmatur, sem timburhús, smíðaverkstæði, benstöðvar, heilöður. Í húsum þar sem eldur getur dreift hættur úr sér, til dæmis frá háhýsi, þar sem blokkir, byggingar og brennanleg efni og byggingar með lóðþrýstiskerfum. Og þar sem miklir hagsmunir í húfi, þessum rannsóknarstofum, listmunageymslum, listasöfnum, söfnum með sögulega muni ásamt sögufræðilegum byggingum sem á timburhús. Og það kostar nú ekkert svakalega mikið meira. Ég hef alltaf tekið dæmi kirkjuna í Grímsey sem brandi Galdrakolla fyrir nokkrum árum. Og lítil kirkja. Það sennilega verið 2 öryggi í rafmagnsöflunni. Eitt fyrir tengl og annað fyrir ljós. Og það telja nú svona líklegt að við kveiknum fyrir rafmagni, það nú verið ódýrverð að vera bara með svona í staðinn. Það eiginlega bara mjög líklegt að þessi vör verði meira skylda á þessum stöðum sem ég búinn að telja upp. Í fjölbýlishúsum, á hótelum, elliheimilum og sjúkrahúsum og svo framvegis. Þess að fólk getur ekki komið sér örugglega í burtu þar sem að meira hætta á ferðum. Og það ágætt að minnast á einni leiðinni, það sem kallað Surge Protection Device. Og þetta tæki sem að þetta vörn gegn háum spennupúlsum. Á íslensku hefur hann verið kallaður eldingavörn, en hann hefði það hlutverk að leiða á háa spennu og spennupúlsa til jarðar. Þeir búnar að vera nýti nota á Íslandi, einfaldlega vegna þess að eldingar eru frekar sjaldgæfar og kannski má segja að rafkerfið sé frekar stabílt líka. En nú það breyst, þannig að eldingar eru algengari og viðkvæmum rafbúnaði hefur fjölgað. Þetta eiginlega orðið bara svolítið vandamál, til dæmis á Suðurlandinu. Sumarhúsabyggðunum þar og svo framvegis. Það bara eldingaveður á hverju einasta sumri. Og þetta mjög einföld græja í raun, sko. Þetta svona pinni sem inn í svona skál og þegar spennan orðin
nógu há, þá hoppar hún yfir til jarðar. En náttúrulega ef þetta að gerast ofta þá það endar með því að þetta verður eitthvað lúið og það þarf að skipta sem sagt stykki í þessu, það ekkert mál, það er bara mjög einfalt. Svona frekar ódýr búnaður og hún getur náttúrulega bara bjargaður rándýrum búnaði frá því að eyðileggjast. Það er sjálfsagt að hafa alls þar í dag.